Þetta var samskiptamátin á öldum ljósvakans hér áður fyrr, ekki síst hjá flugvélum og skipum og þar sem enginn var símalínan. Og þeir eru til sem stunda enn hinn gamla sið. Þeir eru kallaðir radioamatörar. Og í félagsaðstöðinni í Skerjafirði situr formaðurinn við tækin. Þarna gaf ég út almennt kall, svokallað DX, þar að segja þá vil ég tala við fjarlæga stöðvar. Og það á yfirleitt, þýðir það yfirleitt að við viljum þá fá svör frá stöðum utan Evrópu. En svo tilheyrir þessu líka að vera í talsambandi. Já, það er raunverulega kannski algengast að flestir eru í með hljóðnema og við erum að sjálfsögðu með hljóðnema við þessa stöð hérna og báðar stöðvarnar hérna í fjarskiptaherberginu. Er vitað hvað eru margir í heiminum sem stunda? Já, það eru það losar 4 milljónir leyfishafa yfir heiminn og hér á Íslandi erum við í dag, félagið okkar er 200 manns, þar af eru 170 leyfishafar. Og við erum með hérna á Íslandi í dag 140–150 virka leyfishafa. Sumir smíða tækin sín sjálfir og þau eru ekki alltaf fyrirferðarmikil. Og þá eru menn að leika sér að því að smíða sendin inn í túnfiskdós eða eldspýtustokka. Þetta gerði Vilhjálmur Þór Kjartansson og morsaður úr tjaldinu sínu til fjarlægra landa. Hérna megin þá stingi ég loftnetinu í samband og hérna stingi ég mosslyklunum í samband. Og svo er hérna bylgjuskiptari, hann er alveg bylgjuskiptarlegur yfir alla stuttbylgjuna nánast og með þessum þétti get ég breytt tíðninni svolítið á honum og með þessum þétti þá aðlaga ég loftnet og stilli það í resonans. En hvernig verður radíósamband til? Þetta byggist allt á rafsegulbylgjum og rafsegulbylgjur spanna vítt svið. Það bil helmingurinn af því sviði er skilgreint sem radíóbylgjur. Flestar þær rafsegulbylgjur sem að amatörar nota eru skammdrægar, það er að segja beygja ekki mikið fyrir horn. Hluti af þessum bylgjum endurkastast úr jónosferinni í háloftunum og þannig getum við náð oft sambandi til Ástralíu eða Nýja-Sjálands eða jafnvel allan hringinn. Jónosferinni, hvað er það? Jónosferan er stundum kölluð farendahvolfið, það eru hlaðnaragnir sem skiptast í lög í svona 90–100 km hæð upp í kannski 200–400 km hæð. Getum við notað fleiri hluti til endurkasta? Já, við getum notað marga aðra hluti. Til dæmis gervinetti. Radíóamatörar hafa smíðað 52 gervinetti. Við getum notað loftsteina. Loftsteinadrífurnar eins og leonídarnir núna nýverið, þær geta myndað samhangandi straum sem að hægt er að senda skilaboð um. Og tunglið er meiri sé að nota sem endurvarp líka. En hvað má tala í radíósambandi? Við tölum ekki trúmál, það er virt mjög vel. Við tölum ekki pólitík, ekki stjórnmálaskoðanir. Þannig að það sem menn tala menn eru að gera tilraun, menn tala tækin og loftnetin og skilyrðin og menn jafnvel eru komnir með föst sambönd daglega, kannski við Ástralíu, við Bretland eða önnur lönd, þannig að menn eru kunningjar og menn hittast kannski einu sinni á dag. En það er ýmislegt sem getur truflað sambandið. Það er sólin og virkni hennar sem er stærsti áhrifavaldurinn. Við viljum hafa sólblettina sem flesta. Sem sagt sólgos í svona hófi sem skapa svona jafnan sólvind til jarðarinnar. Það heldur við þessum lögum í farendahvolfinu. Sem endurkasta? Sem endurkasta. Já. En þegar að sólgosin verða stærri og stærstu gerð, þá verða til norðurljós og þá þýðir það yfirleitt slæm og erfið skilyrði og sérstaklega á okkar breiddargráðum af því að við erum eiginlega beint undir þessu norðurljósabelti. Alþjóðlegar keppnir eru hluti af áhugamálinu. Hér er Sigurður Jakobsson einmitt í einni. Hann er búinn að sitja við í hálfan sólarhring. Ég er að taka þátt í keppni hérna sem stendur yfir 48 tíma og hérna er á Mossi. Og þetta er svona mitt indi í þessu hobby, það er að taka þátt í þessum keppnum. Markmiðið er það að reyna að ná samband við eins mörg lönd eins og maður getur og svo er ákveðið punkta- og margfaldarakerfi í þessu líka og þannig reiknast út niðurstaðan í keppninni þegar að henni lokjana sendir maður dagbókina, radíódagbókina inn og það er þetta borið saman í svokallar ofurtölvu. Hvert samband það hafi átt sér stað svo sannarlega og þannig er úrslitin reiknuð. Fyrir mánuði tók Sigurður þátt í annarri keppni. Þá var notað tal en ekki mors og þá landaði hann öðru sæti á heimslistanum og fyrsta sæti í Evrópu.
hlýtur að teljast nokkuð gott, en hann er hógværðin uppmáluð. Já, maður er búinn að vera dálítið í þessu í 30 ár sko, þannig að maður kann eitthvað um Morse. Í þessari keppni notar Sigurður jöfnum höndum morslykilinn og lyklaborðið til að morsa. Það krefst mikillar einbeitingar og úthalds að sitja við tækin, hlusta, greina og senda í 48 tíma. Það er náttúrulega örfáir sem eru alla 48 tíman og mælir náttúrulega lengi með því bara til að halda geðheilsunni, sko. En ég rekna með að vera kringum svona 40 tíma, já, allt gengur eftir, sko. Þannig að það er svona hæfilegur skammtur. Það skildi maður ætla. Með þetta hljóð í eyrunum. En þetta er nú það sem radioamatúrar leita eftir. Og þetta er hljóðið sem hann á eftir að hlusta á næsta 1,5 sólarhringinn.